Góðan dag. Þetta er örstutt kynning á því hvernig notendur geta komist inn í nýtt leikskólakerfi, KRLN, en það byggir á leikskólakerfinu Stjórnandinn sem margir leikskólar á Íslandi nota. Til þess að fara inn í kerfið hef ég valið að nota vafrann Chrome, en hann hentar betur til þess að skoða hið nýja kerfi heldur en Internet Explorer. Áður en að ég fer inn í kerfi sjálft ætla ég að sýna handbók kerfisins, en hún er á lmp.is, en hún verður síðar færð yfir á krln.is. Hér á lmp.is er að finna spurningar og svör kerfi sjálft og fylgja myndbrot flestum leiðbeiningum og upplýsingum í því. Á krln.is, að þar er að finna kynningu á kerfinu sjálfu, en til þess að fara inn í kerfið að þá er hægt að slá slóðina my.krln.is, en einnig er hægt að fara inn í gegnum vefsíðu viðkomandi skóla. Í þessu tilfelli er farið inn í gegnum Bolli leikskólinn.is, sem er svona sýnisskóli í kerfinu, og þá er hægt að velja tengil sem er upp í horninu hægra megin, innskráning. Í báðum tilfellum, hvort sem slóðin er slegin inn beint eða farið í gegnum vef skólans, að þá endar notandinn á þessari síðu hér. Allir notendur koma hingað og hver notandi fyrir sig notar kennitöluna sína til þess að fara inn í kerfið. Í gamla kerfinu var farið inn í foreldrahlutann með kennitölu barns, en það er ekki gert lengur. Foreldrar nota sína eigin kennitölu til þess að fara inn í kerfið. Þegar að notendur skrá sig inn, að þá er munur á innskráningu starfsfólksskóla og foreldra. Starfsfólksskóla skrifar S á undan kennitölunni sinni til þess að auðkenna starfsfólk sé að ræða, því margt starfsfólk leikskóla er einnig foreldrar. Við ætlum að fara inn á aðgangi skólastjóra í sýndarskólanum Bolla, og við setjum inn kennitölu þessa skólastjóra og við setjum inn lykilorðið, og þá erum við komin inn á viðmót skólastjórans. Þetta viðmót er svipað og það viðmót sem að mætir kennurum, en skólastjórinn sér til viðbótar vefumsjónarkerfið. Því er hægt að bæta við hjá kennurum sem að eiga einnig að sjá vefinn og er þá bara haft samband við okkur hjá leikskólan.is eða hjá KRLN, og við aðstoðum við það að bæta notendum eða gefa notendum slíkar heimildir. En hér er sem sagt vefumsjónarkerfið, það er hnöttur og heiti skólans, og sér smelta það að þá opnast aðgerðir. Vefurinn sem er til þess að sinna og sjá vefsíðurnar sjálfar, og fréttir til þess að setja inn fréttir skólans. Annað er það sem að skólastjórar sjá sem að kennarar sjá ekki, og það er skólalistinn sjálfur. Kennarar sjá hins vegar sína deild, en skólastjóri sér skólalistan, og þar starfa skólastjórar yfirleitt með þau gögn sem að tilheyra skólanum. Skólastjórar sjá allar deildir í sínu viðmóti, sjá yfirleitt yfir skólan sjálfan, geta breytt upplýsingum skólan, geta skráð nýjar deildir, geta farið inn á viðkomandi deild og unnið með upplýsingar þar, geta skoðað heildar nemendalista, heildar starfsmannalista og fleiri slíka þætti. Það er vert að benda á að sumir valmöguleikar og skilaboð í kerfinu eru ennþá á ensku. Hópurinn sem kemur að þróun kerfisins kemur frá ýmsum löndum, og þess vegna var valið að sameinast ensku sem vinnutungumál fyrir kerfið. Það þýðir að það er þegar til útgáfa af kerfinu á ensku sem að gagnast foreldrum sem ekki tala íslensku sem og starfsfólki. En við erum ennþá að þýða síðustu atriðin eða nýjustu atriðin í kerfinu. En fliparnir sem að blasa við skólastjóranum, að þeir eru láréttir og lóðréttir undir flipar fyrir
nokkrar síður. En frekari upplýsingar er að finna á lmp.is og þar er hægt að sjá ýmsar aðgerðir, þær munu bætast mjög hratt við og þá er hægt að, og eins er hægt að senda á slóðina hjálp@leikskólinn.is hjálp@leikskólinn.is að á þessa slóð er hægt að senda spurningar og þá verður þeim svarað bæði snöggt í svarbréfi en eins verður svar sett inn á þessa síðu hér og þannig fá notendur leiðbeiningar.